Já, Óskar, tapið þetta í Mosó, þetta hlýtur að vera ágætis högg í magann. Nei, þetta er ekkert högg í magann, Baldvin. Þú veist, okkur ætti þetta að vera högg í magann, þetta var tapleikur, það var ekki að kýla mig, þú veist, það er ekki þannig. En það er súrt, vegna þess að mér fannst við kannski, mér fannst við vera, þú veist, stjórna þessu leik að langstærstu hlut og ég þarf að sjá þetta betur. Ég klóra mér ennþá höstum hvernig við gátum raunverulega að fengja á okkur 4 mörk í þessu leik. Það er mér hulið ráðgáta, en þú veist, vel gert hjá þeim, þeir nýttu sér tækifæri sem þeir fengu og við þurfum auðvitað að verja teginn okkar betur, það er alveg ljóst. Ég ræddi þessu Halldór áðan og hann vildi meina að þið kannski fallið full aftarlega í stöðunni 3-2 fyrir ykkur. Ertu sammála því? Ég átta mig ekki á því hvort við fjöllum, ég veit ekki hvort við fjöllum á aftarlega, þú veist, vantar ekki bara kannski aðeins meiri ákefð á mennina sem að voru með boltan, auðvitað er þetta, það er ekki auðvelt að vera í liði sem þarf einhvern veginn alltaf að vera að breyta leikmenn. Innan leiks, þá þurfum við að skipta út 2 í hálfleik, Aron Sig á 60. mínútu sem er fyrirfram ákveðið og þá myndast og þá riðlast leikur liðsins dálítið og þú veist, kannski meira fórnarlamb þess að ná ekki eftir taktinn, þú veist, hvort sem að það var sóknarlega eða varnarlamb, þá þurfti þetta að fá fjölmörg færi til að gera út að leik í stöðunni 3-2 en það er klárt mál á einhverju rétt fyrir markið þeirra, þriðja markið, þú veist, þá fannst mér mómenti vera að sveiflast í þeirra átt og við náðum ekki að standa það af okkur því miður að þessu sinni. Tökum það fyrir þetta rót á liðinu. Mér finnst vera mjög mikið vöðvameiðsli innan hópsins. Er það bara álagið á æfingu, hvernig æfið og vilja spila, eða er einhverjar skýringar á þessu? Ég myndi halda það væri ástæðan. Ég myndi halda það. Við erum búin að vera að greina þetta og sem ekkert annað, sem bendir til annars heldur en að það sé leikstíllinn. Það veist, við sjáum að IBVF misti 2 menn út af í dag vegna meiðsla. Þeir voru að spila 2 leiki við okkur á 5 dögum. Þú getur kannski, þú veist, að vera áhugavert að spyrja Láka út í það, hvernig það var að spila við okkur 2 leiki. En þú veist, og ef að þetta er fórnarkostnaður þessa leikstíls, þá verðum við bara, þá tökum við það bara á kassan. Þú veist, á endanum venjast menn því að spila svona og þá verðum við ljómandi fínir. Já, Láki kom inn að hans lið hefði þurft að hlaupa talsvert meira í þínum leikjunum gegn þér að þínu liði heldur en í öðru leikum. Já, það kemur mér ekkert kannski, það kemur mér ekkert á óvart, en það er í sjálfu sér ekkert markmið okkar að láta aðra hlaupa meira á móti okkur. Þú veist, markmið, við erum bara, við spilum eins og við spilum og þú veist, erum trúið því, við erum með eitt plan og það er plan A og það er að reyna að halda boltanum eins og við getum, að byggja sóknir á sæmilega struktúreraðan hátt, en þó einhvern veginn þannig að það sé ekki svona einhver letilegur gír yfir því. Síðan reynum við að pressa maður og mann og það útheimtir mikið hlaup og er bara eins og það er, þú veist, einhverju þurfa að venjast í og er að venjast í og sumir taka lengri tíma en aðrir en þetta er ekki sem heldur vöku fyrir mér, þú veist, við erum alltaf með hóp, það þægilega að þurfa ekki að gera skiptingar innan leikja, það væri einhvern veginn svona í fullkomna heimi það kemur rót á varnarlínuna þegar þú þarft að færa, þú veist, þegar að einn af aðalhafsendunum þínum þarf að fara út af og þú færi hægri bakvörðin í hafsendin og annar hægri bakvörð, það kemur bara rót á varnarlínuna, það er ekki sama samvinna, það er ekki sama öryggi og það er ekki sömu samskipti, þú veist, og það er hluti af vandamálinu í seinni hálfleik varnarlega, en þú veist, við verðum samt að, þú veist, vera aðeins harðari, við verðum að vera einhvern veginn svona, þú veist, ákveðnar í því að verja marki okkar. Ég held að það sé alveg ljótt, þeir eru full auðveld mark sem þeir skora og í raun og vera ekkert upp úr, mikið meira heldur en mörkin sem þeir skora og það er súrt.
Bara svona lokum Stenki með ágætis grein í vikunni hérna, tölfræði í deildinni því með hæst XG og hæst XG á ykkur. Er það eitthvað sem að fyrir töðnar á þér eða kemur þér á óvart? Nei, það fer alls ekki töðan á mér. Þú veist, ég gerir mig grein fyrir því að það er óvenjuleg staða. Það er auðvitað, þú veist, það kemur mér kannski ekki sérstaklega óvart. Þú veist, við höfum verið þú veist, og erum ennþá einhvern veginn að læra að ganga. Þú veist, við erum að ennþá að gera mistök sem þú veist, kosta það að menn fá góð færi á móti okkur. Og á sama tíma erum við að skora mikið og skapa hellinga færum, þannig að nei, þetta er auðvitað óvenjulegt. Þú veist, yfirleitt eru lið sem eru með hátt XG, eru með lítið á móti sér og svo öfugt. Þú veist, það eru þetta topplið sem eru hæst og botliðin sem eru lægst og svo öfugt. En þetta er bara eins og þetta er ekkert markmið hjá okkur í sjálfu sér. Þú veist, í undanförnum heimi varum við hæstir í XG og með fæst færi á okkur, en við erum bara því miður ekki komnir þangað. Takk fyrir. Takk.